Og þá höldum við áfram með föstudagsþáttinn. Til mín kominn maður alla leið frá Blönduósi. Hann tengist tónlist og hestum. Það ekki bara? Skarphéðinn Einarsson, velkominn. Jú, það má svo segja það. Það má svo segja það, sko. Var allt í lagi með ferðina? Það ekki kominn skafla á fjallvegum? Nei, ekki. Það er bara svona grátt niður í miðja hlíðar eitthvað svoleið, sko. Já. En allt í lagi, nema ringdi hérna. Já. Og svo, kannski kemst ekki einu svona heim. Jú, þetta ekki einn kvellur, þetta verður ekki neitt. En mér langaði svo að fá þig aðeins og fyrst óskaði til hamingju með að vinna kórakeppni Íslands í fyrra. Já, takk. Karlakór Bólstaðarhlíðarhrepps. Já. Þið komuð, sáuð og sigruðu? Já, það má kannski segja það. Við ætluðum nú aldrei að taka þátt í þessu en vorum svona einhvern veginn manaðir upp í þetta, sko. Já, hver manaði ykkur? Það var nú eiginlega, sko, frændi minn sem var nú reyndar dómari þarna. Ó. En hann var nú svo heppinn að hann þurfti nú aldrei að, hann þurfti nú ekki svo mikið við þurftum ekki svo mikið á honum að halda vegna þess að það var sko þjóðin. Já, þetta var símakostning. Já. En þetta var ekki dómaraskandall? Nei, þetta var ekki held ég, sko. Nei. En já, sko, tímasetningi var svolítið slæm vegna þess að í svona kórum út á landi þá eru svo mikið bændur og þeir eru allir upp á fjöllum að smala kindum. Já, var þetta tekið upp þarna bara í fyrra haust eða eitthvað? Þetta var tekið upp, já, þetta var tekið upp í september í fyrra, sko, fyrir rúm ári síðan. En samt mættu menn í stúdíó? Já, sko, ég færðist aftur í þriðja þátt í staðan fyrir fyrsta, sko. Þá voru þeir konir af fjöllum og búinir að ná röddinni aftur eftir að hóa. Og við æfðum bara eitt lag og ætluðum bara að fara bara svona í skemmtiferð og en svo bara fór þetta svona einkennilega. Og þið þurftuð að fara fleiri og fleiri ferðir? Já, 3 ferðir og það var alltaf vitlaust stuður fyrir sunnan þegar fjölskiptin. En þetta ekki aldrei gott svona í reynslubankan, gott ævintýri? Jú, rosalega, og maður kynnist fullt af fólki og þetta var mikil reynsla og sérstaklega fyrir marga þessum mönnum í kórnu sem hafa aldrei tekið þátt í neinu svona, sko. Nei. Sungið bara í sínum kór og farið svo í fjárhús, kannski. Já, og fjósið. Þeir þurftu að fara, sko, í fjósið og fjárhús klukkan 4 á morgnana til þess að komast suður og við þurftum að vera mættir klukkan 10 sér á Keflavíkurflugvelli sem þetta tekið upp, sko. Já, þetta tekið upp þar? Já. Magna, þetta er alveg magna hvað menn leggja á sig. Já, þetta var mjög skemmtilegt. Og svo fenguð þið flott verðlaun og nýttu þau? Já, sko, við vorum reyndar búin að ákveða það að fara til Ítalíu. Já. Og svo bara fengum við þarna bara farið, bara nánast fyrir allan kórinn. 4 milljónir í verðlaun? Já, það var ágætt. Það er heiðislegt. Þú ert búin að vera viðlóðandi tónlist ansi lengi, ekki satt? Jú, það má nú kannski segja það. Ég byrjaði að læra á gítar, ég var 16 ára. Þá var ég í iðnskólanum í Reykjavík og fór í einhvern tíma til Karls Liljandal sem var gítarleikari í Reykjavík. Já. Og var hjá honum í 2-3 mánuði og svo stofnaði maður hljómsveit og þóttist vera ægilega góður og þetta var verið 66 eitthvað svoleiðis, sko. Já. Og ég er búinn að spila ansi mikið, sko, síðan, sko. Ekki bara á gítar, eða? Nei, svo reyndar kynntist ég blásturshljóðfærum og fór að læra á trompet. Já. Og spilaði heilmikið á trompet og læriði að verða blásarakennari. Þú hefur verið víða, þú komið víða við og prófað margt, en svo er tónlistin kannski alltaf svona... Já, hún er alltaf svona ekstra á bakvið, sko. Já. Skemmtileg saga þegar þú varst að koma til Blönduós eftir eitthvað verið í borginu og sóttur gítarnám. Já, ég var búinn að vera til sjós í Vestmannaeyjum. Já. Hann kom heim eftir haustið og þá var verið að stofna tónlistarskóla á Blönduósi. Og það var svona götuauglýsing og rafmagnsstaur út á götu og þar var auglýst að væri kennt á hinn ýmsustu hljóðfæri og kom ráðinn maður og alltaf og þar með gítar, svo ég skráði mig í bara gítarnám hjá honum og til þess að fara að læra kannski nótur og svo ég kunni ekkert í nótur, ég bara spilaði bara grip og eftir eyranum mest. Og svo þegar hann hringdi í mig og bað mig að tala við sig þá kom það búið úr og ég kunni nú reynda miklu meira heldur en hann, þannig að hann spurði hvernig ég geti ekki bara verið kennari því að það voru svo margir að læra á gítar og hann réði ekkert við þetta alltaf. Svo ég sagði, jú, ok, við skulum bara gera það. Þannig að þú fórst bara að kenna á gítar í staðinn? Já, ég byrjaði bara á þessu þannig. Og þú ert ennþá starfandi við tónlistarskólann? Já. Og stjórnar það ekki líka lúðrasveit, eða hvað? Ég hef gert það, jú, það var sem sagt, eftir ég kom norður, ég flutti 89 og þá komu ansi margir nemendur á alls konar hljóðfæri og ég sem sagt
við byggum til úr að setja úr því og hún var í gangi í nokkuð mörg ár, sko, en núna hefur fækkað svo ansið mikið. Það er ekki alveg í tísku að spila á lúðuna í dag. Þetta virðist vera svolítið sveiflukennt. Þetta er rosalega sveiflukennt, sko. Þetta kemur aftur í tísku, sannaði. Já, vonandi, en þannig að það er svona, eru færri núna, en ég get verið kannski með 6-8 krakka núna í vetur. Já. Tónlist er ein ástríða, eru svo ekki hestar hin ástríðan? Já, ég náttúrulega sko alveg upp í sveit svolítið að tölvölu leyti, þannig ég kynntist mjög snemma sveiti. Ég fór í sveit þegar ég var 6 ára gamall og þar voru mér svo unnið með hesta á túnunum, sko, slegið og rakað og það allt saman, þannig ég upplifði það og mér fannst mjög gaman að fara á hestbak og hefur alltaf fundist það, sko, þannig. Og þú áttu hesta? Ég á þó nokkuð af þeim, já, og mikið eins og flestir. Og segðu okkur aðeins hvað varst að gera síðustu helgi? Já, hljóma svo vel. Síðustu helgi, já, ég, sko, til að byrja með þá er ég kannski bara í 15 ár búinn að fara með útlendinga í hestaferðir hérna á heiðarnar hérna ofan við, eða semst hérna í kringum Blönduós og þar, sko, í Húnavatnssýslunum. Og svo er sem sagt það sem heitir Skrafatungurétt að það er sem sagt rekinstóðið sem er á Laxárdal sem liggur samhliða Langadalum austan við. Það er rekið til réttar og það hefur myndast núna svo hefð síðustu kannski 20-25 árin að það kemur hópur af fólki víðsvegar af landinu og ríður með. Já, einn dag. Já, einn dag, já. Þegar verið að sækja hrossin til hérna í hagana, sko. Og það var einmitt laugardaginn síðasta, fengum alveg svakalega fínt veður og alltaf það ekki verið svona kringum 200 manns á hesti. Vá, og það var mjög magnað, sko. Og þetta er skemmtilegur hópur og það var þetta að syngja með þessum hópur? Og sungið, já, það er tekin upp gítar og slegið í söng svolítið, sko. Hljóma svo vel. Eitthvað svona framöndan í vetur í tónlistarlífinu sem að getur sagt frá? Já, kórinn fer að byrja núna, sko. Sko, það er náttúrulega slátustíðin og þetta allt saman. Þannig að bændurnir eru mjög uppteknir í því, sko. Þannig að við ferum að byrja svona miðjan október. Já. Og verkefnið fram að jólum allavega fengum við upp í hendurna núna daginn. Hann Eyþór Ingi hringdi í mig og hann er að fara í tónleikaröð landið og ætlar að nota svona heimakóra. Já, en sniðugt. Við ætlum að syngja með þeim, sko. Þannig að hann ferðast landið og hittir mismunandi kóra og syngur með þeim. Já. Þetta við þurfum að heyra meira af þessu. Já, við erum að rukka þetta. Það kemur, já. Heyrðu, takk kærlega fyrir komuna og tíminn hlaupinn frá okkur. Það var gaman að fá innsýn inn í tónlistar og hestarlíf í Húnavatnssýslu. Takk. Og takk fyrir komuna. Takk sömuleiðis.